Já, komið sæl, það sunnudagur og þá eru synir Egils. Hér á eftir kemur til okkar Ragnar Þór Ingólfsson, nýr ráðherra í ríkisstjórninni, en við ætlum að byrja hérna vettvangi dagsins og þar eru komin til okkar Lára Súlíma Ómarsdóttir, upplýsingafulltrúi, Ragnar Freyr Ingólfsson, læknir og formaður Læknafélags Reykjavíkur og Helga Vala Helgadóttir, lögmaður og fyrrverandi þingmaður. Já, takk. Já. Hvað er að byrja? Evrópusinni. Evrópusinni. Og svo líka hérna Gunnar Smári blaðamaður í styrri. Gasparari. En hérna, ef að byrja á Trump og Grænlandi, hvað segir þú sagðir hérna í svona grínaðan að þú hefur bara hérna skoðun á heilbrigðismálum? Já, eiginlega sko. Já. Viltu að ég segja eitthvað Trump og Grænland? Já, út frá heilbrigðissjónarmið. Þetta er nánast í tungareinum okkar sko. Þetta er í tungareinum hjá okkur. Þetta er bara hræðilegt ástand, er eitthvað að segja annað en það að við séum að eyða tímanum í svona vitleysu. Já, en við ráðum því bara ekki. Nei, við ráðum engum þetta og þetta er, ég meina, sama þóttum að hefði einhverja skoðan á þessu sérstaka, þá held ég að hún skipti engum máli, meira að hvort að Íslendingar hefði einhverja skoðan á þessu heilt yfir. Ég held að þessu fólki út í heimi er alveg nákvæmlega sama hvað öðrum finnst og ætla bara að fá sinni fram, ganga bara fram með valdi og ofbeldi og þannig mun þetta fólk því miður fá sínu framgengt eða bara fylgir eftir nóg hart á þess að við getum eitthvað við því gert. Já. Þetta sýnir allavega að Trump er ekkert að grínast þegar hann segir eitthvað sko. Hann sagði þetta alveg í upphafi, hann ætlaði að fá Grænland, hann ætlaði bara að fá Grænland. Já. Og við hlóum öll hérna og segði bull og vitleysa, hann er bara eitthvað að grínast. Hann er bara ekkert að grínast. Nei. Og ég veit ekkert hvernig hann verið hægt að stoppa það heldur. Nei. Mér dettur ekki í hug nein leið til þess að stoppa hann í því að fara að taka Grænland. En hvaða stjórnkerfi er þetta sko? Ef að forsetinn er svona bilaður, er þá engar varnir í þinginu? Bara getur hann farið bara sínu fram? Jú, það eru þetta þær varnir að kjósan burt, að leggja fram vantraust og fá það samþykkt í þinginu. En það eru þetta ekki kosningar fyrir í nóvember. Nei, í nóvember í þinginu, þú veist, þannig það er okkar eina vona það ekki. Það er kannski, já, en það er spurning hvort það er sína tími til þess, en sko, já, hann hefur hótað þessu og eitthvað svona, en sko rokið sem er í gangi núna í kringum hann, eða skulum við segja fellibilir, sem að hann er að hefja vikulega, þú veist, þeir eru í hvortveggi senn bara mjög óhugulegir og hættulegir sko mannkyni jarðar. Ég ætla bara að vera svo hérna rosaleg í yfirlýsingum en á sama tíma veltum maður fyrir sig getur verið að þetta sé allt bara smjörglípa af því að það hefur ekkert verið rætt Epstein skjölin síðustu vikur. Þau bara hurfu þegar hann byrjaði. Það kom í ljós að hann var búinn að ritskoða þessi skjöl sem að loksins voru byrt. Það var búið að taka út allt sem hann varðaði og þegar að umfjöllunum það var að fara af stað, hvar eru öll umfjöllunum hann í þessum skjölum, að þá bara fór hann í Venezuela og hann er bara búinn að vera í þessu risk spili sínu bara, eða hvað þetta heitir, bara að fella ætla bara að taka yfir heimsbyggðina. Ég held að hann einmitt horfi á Grænland af því að hann var að spila eitthvað tímann voðalega mikið risk. Já. Þá var allt svo mikið að það eiga Norður-Ameríku, þá varstu verið sko með Grænland öðrum megin, Kamtjatka hinn megin. Já, en verst er að hann er ekkert sérstaklega góður í landafræði. Nei, þannig að hann er að rugla bara öllu saman. Þannig að hann viti bara og maður hugsa bara, þú veist, hefur hann ekki efnaði að hafa góða ráðgjafa sem að geta þá skoðað heimskortið og sagt svona þetta land liggur hér og við erum hér. Þetta er svo agalegt. Sko, hans samstarfsfólk, það þorir bara ekki að tala ofan í hann eða... Já, ég held að það sjálfur. Er hann ekki bara með tóma jámenn í kringum sem eru vitlausir á hann? Og hérna, hvaða ráðgjafa ætti hann að fá? Hann var með ráðgjafi fyrri þegar hann var forsetið áður fyrr. Hann rak allt fólk sem neitaði honum og bara var það rekið. Þannig að hann er væntanlega bara með einhverja jámenn í kringu sem finnst þetta allt vera frábærar hugmyndir. Það gerir nú fólk yfirleitt sko. Maður fylgst með því bara í íslenskum stjórnmálaflokkum. Það verður að reynsa út starfsfólk og fleira sem ekki er í takt við forystuna og það er engin í forystu stjórnmálum sem vill hafa annað en svona píramída og vera efst á píramídunum, vill ekki hafa svona valddreifðar stofnanir, ég held að það sé þannig.
En ég myndi taka þessu alvarlega, ég held að hann sé að framfylgja stefnu sem að nýtur fylgis innan stjórnsýslu Bandaríkjanna og stjórnmálastar Bandaríkjanna, að breyta vesturhveli jarðar í svona nýlendu Bandaríkjanna, að þeir þurfu olíuna frá Venezuela, alltaf hindra það að aðrir komist í hana til þess að styrkja sín völd og auka sitt öryggi. Þeir þurfu að taka auðlindir Grænlands og þeir treysta ekki skiljanlega kannski danska hernum fyrir að verja Grænland. Ég held að danski herinn treystir sér ekki heldur til þess. Mér finnst þetta náttúrulega mjög alvarleg smjörklípa ef þetta á að vera smjörklípa. Já, nei. Að fara að sækja forsetinn í land og þvert á alþjóðalög og það er það mjög langt gengið í smjörklípunni, sko. En það var það sagt af nokkur í létt út, sko. En þú veist. Þetta er samt alveg rétt. Hann er svo klikkaður, sko. Maður ekki trúar honum í rauninni til alls. Hvað Íslendingar gera? Ég held að skipta bara öllu máli fyrir okkur. Og ég held að skipta öllum máli fyrir okkur hvernig við bregðumst gagnvart þjóðarmorðinu á Gaza. Við höfum að hegða okkur, sko, þannig að það sé sómi af því fyrir okkur, þannig að við séum í takt við okkar eigin siðferðiskennd, eigin hugmyndur hvernig samfélag eigi að þróast og hvernig heimurinn eigi að vera. Við eigum að styðja allar frumbyggja á norðurslóðum til þess að hafa völd á sínu svæði, ekki beygja okkur undir það að þetta sé eitthvað leiksvæði, eitthvað stórvelda. Við höfum bara að taka stöðu með þeimnum sem er að tapa, sem er vaðið yfir, þar eigum við að vera og ef við gerum það ekki, þá mun heimurinn hrynja. Þannig að við verðum bara aldrei fyrir núna, þá skiptum máli hvað við erum að gera. Þannig að við erum ekki að gangast inn á það að segja nei hvaða, Trump bara gerir það sem hann vill og við getum ekkert gert. Ég er bara alveg sammálaður og við höfum ekki, og ég vil að gera þá kröfu til íslenskra ráðamanna að þeir hætti þessari meðvirkni. Alveg bara ekki senda inn í gær. Sko. Bara algjörlega. Sleikja þennan helvítis kallu. Nei, þú veist, og mér finnst það ekki bara, þetta er líka bara, þú veist, í kringum okkur. Það eru allir í einhverju svona meðvirkni að þora ekki að segja bara, að tala hreint út. Mér finnst það bara mjög alvarlegt. Allir leiðtogar Evrópu hafa verið að sleikja mann upp og líka inn í Evrópusambandinu, inn í NATO. Starmer, það er eiginlega helst á Spáni sem þið finnið ykkur svona smá andstöðu. Alla Norðurlandaþjóðirnar, Eystrasaltsþjóðirnar, Austur-Evrópa búið að vera sleikið upp og núna standaði frammi fyrir það sem ógnin kemur frá Bandaríkjunum og eru raunverulega svona í ykkur vandaði með umboð sitt sko í þessari baráttu. Þannig að þetta hefur að fá gríðarlega áhrif á bara stjórnmál Evrópu og allir þessi flokkar sem að raunverulega ganga erinda Trump. Ég meina við höfum bara að fara að rukka fólk úr það, svo akkur ættum við að vera hlust á þetta lengur. En NATO lítur líka bara að vera liðin tíð ef hann fer inn í Grænland og tekur Grænland, þá er þetta ekkert NATO neitt leitur til, sko. Já, það er svona gott sem en ekki alveg. En er það ekki rétt skilið þegar að hann getur sett herlið hvort sem er á Ísland, hann er með opin samning hér, hann getur sett eins mikið hermannum hér á hann langar og sama með skilst að sé einhver eldgamall samningur frá 1950 eitthvað við grænlendinga, hann getur sett bara eins mikinn her þar og hann listir sko og það er bara opið í aðra áttina, við getum ekkert sagt við því. Hann vil eiga þetta. Já, eitt er að setja herlið, annað er að ráðast inn í land, það er auðvitað tvennt ólíkt, annað byggir á að styðja varnir þess lands en hitt auðvitað er annað, þannig að já. Svo að því sé haldið til haga því að við erum í smá svona heimsenda umræðu hérna, þetta sé búið. En hann er að hóta því að taka Grænland með hervaldi. Já. Og svo er hann enn refsitólla á þær Evrópu þjóðir sem hafa lýst yfir stuðningi í Grænland. Hann er komin í stríðið. Hann er byrjaður. Hann er í stríðið, sko. Og ég meina, Evrópa lítur að fatta það. Að þeir eru í stríði við lykilland inn í NATO. Að tala NATO í dag er bara brandari. Sko. Ég held að þeir viti það alveg og gerir sér alveg fullkomlega grein fyrir því. Allavega frakkar, Þjóðverjar og þeir sem sendu herliði til að styrkja Grænland. Það voru ykkur 1 og 3 og 4, við settum 2. Já, en þeir voru samt sem áður að styrkja eitthvað og þeir munu bara gera meira. Það var bara svona fyrsta skrefið til að segja við erum tilbúin til að færa okkar herlið til Grænlands ef þú ætlar að koma, sko. Þannig að ég held að við viti nákvæmlega hvað gæti mögulega gerst og að Trump ætli sér bara að eyðileggja NATO. Hann er ekki hrifinn af NATO. Hann hefur aldrei verið hrifinn af NATO. Hann er fyrirlitur NATO eins og allar alþjóðlegar stofnanir. Nákvæmlega. Hann fyrirlitur Sameinuðu þjóðirnar, hann fyrirlitur Evrópusambandið, hann fyrirlitur Alþjóðadómstólinn, hann fyrirlitur öll samkomulög loftslagsvá, hann er búinn að segja sér frá þessu, hann fyrirlitur þróunaraðstoð, hann fyrirlitur alla alþjóðlega samvinnu og allt sem að dregur úr völdu Bandaríkjanna. Alþjóðalög. Og þá skiptir nú máli að ráðamenn
okkar og annara Evrópuríkja standi vörðum þessar alþjóðastofnunir. Hafa okkar ráðamenn ekki talað nú skýrt í þessu máli? Sko, ég hlustaði á utanríkisráðherra að tala í hádegisfréttunum áðan og það sagði hún það við myndum að sjálfsögðu standa með grænlendingum af því að það væri að standa með okkur sjálfum en á sama tíma segir hún sko að hún ætli að reyna að verja hagsmuni Íslands sem að sjálfsögðu hún vil gera en hún nefndi samt að annað útilokar ekki hitt þar að segja samningur við Bandaríkin útilokar ekki samvinnu við Evrópu. Mér fannst það svona svolítið erum við ekki komin svolítið frá því að við getum verið í einhverju samvinnu við Bandaríkin, ég veit ekki. Eða erum við ennþá á þeim stað að það sé möguleiki, kannski? Það þessi samningur sem að Bandaríkin með hérna, með að vera með jafn stór hestu hérna bara þeim sýnist, ég held að það sé ekki takmörk fyrir því. Þeir með að taka völdin á Íslandi ef þeir meta það svo að það standi ógn af þróunin á Íslandi. Já, það engin allavega... Það geta hent ekki þig að út fyrir. Nei, ekki, ok. Nú verðum við aðeins að stoppa veisluna. Þeir geta ekki komið hérna ráðist inn í landið og tekið yfir Ísland. Það er ekki í samningnum. Herinn getur komið hingað ef hann metur það að séu öryggisógn. Já, þeir geta ekki komið og handtekið okkur hérna. Já, það metur þessum öryggisógn. Það er ekki að setja ykkur að nefnd. Ef þeir meta þessi ógn af þér, Helga Vala, þá þú bara handtekinn. Ok, eigum við að taka upp léttara hjal? Við erum komið í eitthvað tvögger sem að ég bara... Við erum með hennar samning. Nei, við verðum að byggja umræðun á staðreyndum. Þetta sérstakur samningur sem við erum með, þar sem að þeir geta að eigin mati, metið hér okkur ógn og ákveði hversu mikið herli á að vera hér. Það er ekki ógagvart okkur, það er ógagvart einhverjum öðrum löndum, ekki rétt. Þeir með þetta bara frá þeim standi ógn. Já, ég allavega hef ekki lesið þennan samning, þannig ég get ekki eiginlega talað um hann. Við erum með þennan samning og þeir eru að taka yfir Grænland næstu nágrann okkar. Og eigum við þá að halda, viljum við vera með samningu þetta ríki? Viljum við vera með varnarsamningu ríki sem að taka næsta land? Þetta er mjög góð spurning. Það færi mig að taka Grænland með offósi, sko. Ég held að við vitum bara ekki hvað við höfum að gera. Þess vegna finnst mér að tala bara út frá þessu. Ég vorkenni stjórnmálamönnum af því það virðist ekki að virka á Bandaríkjunum. Það virkar ekki að vera ljúfur og góður og þægur, það virkar ekki að vera í mótþróa, það virkar ekki að vera hlutlaus. Þannig að maður veit ekkert hvað virkar ef nokkuð. Og það er náttúrulega erfitt að gangast undir þessar stefnur sem Bandaríkjamenn hafa upp þetta þannig svona maður getur sagt blatant imperialisma. Ætla bara að taka og sölsagt undir sig. Ég meina hvað eigum við að gera og segja við þessu? Þetta er raunverulegt ofurefli. Og við erum herlaus þjóð og við erum bara eiginlega undir þetta. Já, en ég meina leið og við erum þarna, þá erum við líka í NATO og innrás inn í eitt NATO-ríki, það virkar ákveðið, þannig að þá myndu önnur NATO-ríki líka koma okkur til varnar, jafnvel þó að það sé NATO-ríki sem að ræðst inn. Það stendur til dæmis í samningunum NATO að ef að NATO-ríki ræðst á annan NATO-ríki þá gerist eitthvað. Það þarf ekki að skilgreina það þannig, það er bara þegar að ráðist inn í NATO-ríki, sama hvort þetta er ekki þannig samningur að þeir getur bara farið og ráðist inn í öll ríki, það er, þú veist. Nei. Það er í 5. greinin í NATO-samningum er þannig að árás og eitt ríki er árás og öll, en hvert ríki fyrir sig ákveður sjálft hver eru viðbrögðin. Það getur vel verið að segja ráðist inn í Portúgal og þá ákveði bara Danmörk að þau geti bara sett góða kveðjur, sko. Það er ekki sagt að bara danski herinn fari til Portúgal. Það er ekki svoleiðis. Það er ekki sjálfkrafa í því. Nei, en það er samt í samningnum ákveðin varnagli að ef ráðist inn í NATO-ríki þá skuldbunda NATO-ríkin sig til þess að koma til aðstóðar. Þó að það sé ekki akkurat danski herinn sem að eitthvað, en þetta er samt skuldbinding sem að við erum auðvitað mjög veikburða, að því að við erum ekki með her, þá getum við kannski ekki sendt neitt lið á vettvang, en við höfum verið að styðja með öðrum hætti. Að taka þátt í alls konar öðrum störfum. En það er náttúrulega líka ákvæði í íslensku lögum að það er náttúrulega að kalla okkur öll út til þess að mynda her, það er hægt. Þannig að ef þannig ástand er að skapast, sko. En í viðbótinni varnarsendingin að þá er fjallað að þegar það kemur upp það sem er kallað hernaðarlegt neyðar ástand.
sem að Bandaríkin geta skilgreint. Þá geta þeir komið hingað og tekið þann hluta landinu sem þeir kjósa til þess að verja sig gagnvart þessu neyðarástandi. Og það vegna eðli þess að þá kemur ekki til samþykkis íslenskra stjórnvalda fyrir en eftir á. Það er þetta sem ég er að vísa í og þetta er í þessu samningi. Ég er bara að vitna í umfjöllun Bjarna Már. En þeir koma kannski ekki og taka yfir þingið og setja ríkisstjórnina af eða eitthvað svoleiðis. Skilurðu, þeir geta komið hérna með herafla og þess að verja og allt þetta og veistu, eins og þeir gerðu náttúrulega eins og við töluðum áðan. En þeir komi ekki hérna og setja af ríkisstjórnina eða henda öllum lögreglumönnum einhvern til það innrás, ég meina við horfum á að gera það í Venezuela og það er það sem hann er að hóta að gera á Grænlandi en samningur okkar við Bandaríkin, varnarsamningurinn gefur þeim ekki heimild til þess að setja af ríkisstjórn eða taka yfir landið. Það er ekki þannig. Þó það sé hernaðarlegt neyðartilfelli. Nei, það er ekki þannig. Ég er að benda á það matið liggur hjá þeim, ekki hjá okkur. Jú, þú veist, það er flokka sem innrás inn í landið að ætla að fara og taka yfir stjórn landsins. Þeir voru að gera það í Venezuela daginn. Já, ég veit það. En það er það innrás. Smári, við sitjum ekki bara hérna og segjum já þetta var nú gott hjá þeim, þeir máttu það, er það? Nei, við gerum það ekki, þeir gera það. Þeir telja sig að hafa fulla rétt. Já, þeir telja það. Hann tóku Maduro fyrir brot á það er allt annað, við getum ekki verið að miða umræðina út frá ofbeldismanninum og segja að það sé í lagi. Ég veit þess að gera áfyrir hann sé ekki ofbeldismaður. Nei, ég er að segja ef hann kemur hér og setur stjórnina af þá er þetta innrásin í landið. Ef hann kemur hér til þess að verja landið þá setur hann ekki stjórnina af. Ég tel að hann er sinna samning og til þess að fulla rétt á því. Já, það er alltaf þannig. Það skiptir einhver máli. Við skilgreinum það þessi innrásin ekki. Já, þú varst áðan að segja að hann mætti þetta út af samningnum. Já, hann mætti koma, já. En hann má ekki setja á stjórnina. Ekki taka stjórn landsins. Hann vildi meina það að hann mætti þetta. Koma og taka yfir landið og það var það sem ég var að segja að þetta væri kjaftaði. Það er ekki þannig. Hann má ekki setja ríkisstjórnina samkvæmt samningnum. Það er ekki þannig. Nei, ég veit það. Þó hann telji sig mega eitthvað. Í samningnum var ákvæðið það að þeir báðir aðalagra samþykkir. Þá skotið inn síðan viðauka við samningin. Það sem að kemur, ef að Bandaríkin skilgreina hér sé hernaðarlegt neyðartilvik, þá geta þeir bara gert þetta ef þau vilja. Þetta er sem Guðlaugur Þór sett af ríkisstjórnina. Ég er bara að segja það að það er ekki það sem að Bandaríski herinn gerir í einhverju hernaðarlegu neyðar ástandi sem hann skilgreinir þá er bara ekki teilat ekki þið heldur. Nei, en það er þá innrás inn í land. Það er það sem við erum bara að tala um skilgreiningar. En við erum að tala um ríki sem að fór inn í Venezuela og hann tók forseta fyrir brot á vopnalögum í Bandaríkjunum. Af því hann átti byssu sem hann mátti ekki eiga ef hann var í Bandaríkjamaður. Já. Þetta er ríki sem er að fara að taka Grænland sem er okkar næstu nágranni með einhverju skilgreiningu að það sé bara einfallega út frá öryggishagsmunum Bandaríkjanna og heimsins þar með algjörlega nauðsynlegt. Já, en hvernig hann skilgreinir hlutina þýðir ekki að við gerum það á sama á. Þannig ef hann fer inn í Grænland þá er það innrás. Ef hann kemur til Íslands og tekur yfir ríkisstjórn landsins og setur hann af þá er það innrás inn í landið. Við erum áfram fullvalda ríki. Við stjórnum okkar ríki og okkar lögsögu þó að það sé þarna varnarsamningur hernaðinn. Myndur ekki segja þessum samningi upp? Hefur verið þú? Hefur aðstöðu þess? Viltu við hafa hann svona samning við ríkisstjórn Trump? Ég ætla að fá að bara hugsa þetta, ég ætla bara að fá að segja pass núna. Það er algjörlega. Það er ámögulegt að svara því núna hvort að maður er að segja þessu samningi eða ekki. Við vitum ekki hvað hann er að fara að gera. Við viljum bara láta þess að það sé eðlilegt að við segjum bara já, því að hann langar að koma hérna og taka yfir einhver ríki, að þá bara gerir hann það og getur það og enginn segir neitt og gerist ekki neitt. Nei, við hefum ekki alls hjálpa honum með því að hafa hennar varðast, við verðum að segja honum upp til þess að verja okkur. Já, finnst þér það góð hugmynd, Smári, að segja þessu varnarsamningi upp í dag? Já, finnst þér það? Já, ég er mjög fegin að þú stjórnar ekki í heiminum. Af því að það bara, þú sérð alveg, maðurinn er stjórnlaus, hann er algjörlega stjórnlaus og ég held að það sé ekki góð hugmynd. Bugtaði fyrir öllu sem hann gerir? Nei. Bugta? Nei, við þurfum kannski ekki að kveikja í borðinu sem við sitjum við. Ég held að það sé bara ekki góð hugmynd. Ég bara er algjörlega á því að það sé bara ekki góð hugmynd núna að auka ófriðin og óreiðuna og sturlunina sem er í gangi hjá þessu manni. Tipla á tánum í kringum bara. Nei, við eigum ekki að tipla á tánum í kringum við eigum ekki að kveikja elda.
Við eigum að vera mjög skýr í afstöðu okkar, við eigum alltaf að standa með alþjóðalögum, við eigum alltaf að standa með fullveldi Íslands og íslenskum hagsmunum, en við eigum ekki að kveikja ófriðarbál að óþörfu. Okay. Það er líka frumskilyrði okkar. Ein leið til þess að standa með alþjóðalögum. Við höfum engan her og við verðum að standa vörð okkur. Ein leið til að standa með alþjóðalögum er að segja varnarsamningi við ríki sem fer ekki eftir alþjóðalögum. Það fráleitt að við séum með varnarsamningu ríki sem fer ekki eftir alþjóðalögum, skilgreinir næstu nágranna bara sem nýlendur sínar og telur sig hafa rétt á því að taka þær yfir. Það fráleitt að Íslendingar hafi varnarsamningu slíkt ríki. Já. Herðu, við getum tekið það bara upp ef Bandaríkin skánaði við viljið, en að vera með samning við Bandaríki Trump, minnst það bara fráleitt. En er ekki bara best núna bara að reyna að fela sig pínu? Láta hann ekkert vita við séu til. Þú veist, við erum bara eitthvað, ég skilur ég bind allar vonir við. Af hverju að vera pót í hann eitthvað? Ég bind bara allar vonir við þessar kosningar sem verða núna í ár. Að hann muni missa bæði Senat og þingið, já, aftur hann búinn að segja þetta, hann búinn að ýja því hann ætla að sleppa því, en verði þær kosningar, þá ég nokkuð viss það að það falli honum í óhag og þar mun verða líklega, hann verður það, nú veit ég ekki hvað heitir, hann verður kærður að impeached, ég veist að það verður gert undir eins og þá hans forsetatíð að miklu leyti orðið máttlaus. Það tekur nú þessi 2 ár sem eftir eru. Já, vonandi mun það bara halda honum upptæknum. Þannig að ég held að eina sem við getum gert er að binda sem mestar og bestar vonir við það að hans flokkur tapi núna í næstu kosningum og það muni vera endalok stærstu áhrif hans. En því að við erum að tala að við þurfum að taka afstöð til þess sem tala gegn því að við hefðum ekki áhrif. Ef að hugmynd meirihluti Íslendinga það sem er kallað play dead, þykist bara ekki vera til, þá hefur það yfirleitt ekki virkað. Og allra síst gagnvart svona ofbeldismönnum sem eru með fasíska tilburði í eigin landi og eru að reyna að útbreiða það heiminn. Að það að segja, ég meina hann nú ráðast á Venezuela og vonandi sér hann okkur ekki, hann ráðast á Grænland og vonandi sér hann okkur ekki. Ég var að við þessari hugsun. Þetta bara, nú komin tími til þess að standa upp, nú þetta komið bara, einhvern tíma verður no. Og no orðið no. Það nú það sem ég bara að segja. Við erum að taka það fyrir í vikunni. En ég ger mér alveg grein fyrir að þið ekki með sömu skoðun og ég sætti mig við það. Herðu, en kom heim, það við heyrðum Höllu Gunnarsdóttur, formaður VFR, vera að segja að það stefni allt í það að kjarasamningarnir bresti í september held ég, að verðbólgan veri mun hærri heldur en stefnt var að og hún gagnrýnir líka til þessi ríkisvaldið að stuðla að hækkunum og þar með aukinni verðbólgu. Er þetta alveg handónitt mál til að ræða? Er þetta ekki stórmál? Þetta náttúrulega, við erum að leiða inn í erfiða efnahagslega tíma. Já. Hún gagnrýnir til dæmis fjármálaráðherra mjög höftulega. Ég veit ekki, ég voða lítið búin að vera að hugsa út í kjaramál. Þetta er efnaðar. Já, efnaðar. Ég miklu meira búin að vera að hugsa bara út í þessi verðbólga, hún verður alltaf vesinn. Og ég er búin að vera það svo lengi að maður er eiginlega þreytt á að tala hvað þetta sé astralt system allt saman. Þannig að ég er meira búin að vera að hugsa út í bara, Trump náttúrulega. Og svo þessi ráðherraskipti og eitthvað svona í þessari viku og já, en ég get svo sem alveg talað þessi verðbólgu, hún er hundleiðileg. Þú má tala ræðum ráðherraskipti. Já, hvaða ráðherra viltu tala um? Þetta er bara ráðherraskiptin eru Inga og Ragnar. Inga tók 99,7% af allri athyglinni. Já, það voða lítið fyrir Ragnar þegar hann fekk sinn stól. En það er nú það oftast. Hún ætlar að flytja yfir í barna- og menntamálaráðuneytið hjúkrunarheimili. Já. Hún ætlar að vera hjúkrunarheimilisráðherra líka. Mér finnst það bara svolítið flott hjá henni, Ég vil bara segja svo ég segja af hverju ég segi þetta. Af því að ég held að Inga Sæland muni berjast eins og ljón fyrir fólk sem þarf að vera á hjúkrunarheimilum. Og þessi nættur hún að taka. Ég held að það sé bara svona henni mjög kært mál og ef eitthvað mál er henni kært þá er hún drukkur, í alvörunni, þá keyrir hún bara málin í gegn.
og spyr hvorki kóngni prest orðaði hún það ekki líka svona, ég ráðherra, ég ræð þú veist, er það ekki svolítið þannig þannig að mér finnst það bara fínt hjá hún að gera það ég er bara mjög áhugasamur það að einhver brenni fyrir þeim málaflokki nákvæmlega að taka fyrir öldrunarmál þjóðarinnar og nú erum við komin í heilbrigðismál þannig að núna var ég teki gleðið mína en þetta er eitthvað sem skiptir alveg ótrúlega miklu máli og við höfum vanrækt í áratugi og þannig að það að einhver stjórnmálamaður þó að það sé Inga Sæland skuli taka þessu máli óstfóstri og ætlar að berjast fyrir því þá er ég bara þakkláttur fyrir það mér hefur fundist að vanta stórkostlega að þessu málaflokki verið sýndur þessi áhugi því að þetta er líklega eitt stærsta vandamál sem við erum að takast á það er öldrun þjóðarinnar og hvernig við ætlum að bregðast við henni það er núna næstu 800 manns að bíða eftir hjúkrunarrými. Þar að verum 100 á Landspítala sem má getur sagt eiginlega lamið þá stofnun algjörlega og þannig að við þurfum að róa öllum árum átt að því að byggja hér upp hjúkrunarheimili og kannski ennþá mikilvægara að við gefum allt í að búa til almennilega heimaþjónustu eins og fyrirmynd fyrir til dæmis í Svíþjóð eða Englandi að fólk geti verið heima eins lengi og hægt en þá þarf að setja allt í gang til þess að fólk geti þá stofnað fyrirtæki til þess að sinna þessum verkefnum og gera samninga við þetta þannig að við getum sinnt þessu. Þetta er ótrúlega stórt og ég held að fólk gerir sér ekki almennilega grein fyrir því við sýnum aldrei þessar tölur og veltum sér ekki fyrir okkur og við áttum heldur ekki á því að við verðum í þessari stöðu bara eftir eitt augnablik það er örstutt í það að við erum að þurfa að nota þessa þjónustu eða foreldrar okkar eða af og amma og það er ótrúlegt að þurfa að horfa upp á þessa bið sem í kerfinu núna og ég er svo sammála, þessin ég bara ánað að hún takir það með sér því að hún brennur fyrir þennan málaflokk og hún hefur sagt alltaf að gera eitthvað í þessu og bara allt í kringum mig er fólk sem að bíða sem að eiga foreldra sem eru á biðlista eftir að komast inn á hjúkrunarheimili fólk sem orðið svo lasið að það er jafnvel búið að missa sjón það er búið að missa hugan eða er komið með Alzheimer það er bara fólk sem getur ekki hugsað sjálft sig heima og þá eru afkomendur að fara kannski 2-3 á dag heimtið þeirra til þess að halda, þetta er ótrúlegt og það er bara þarf að laga þetta og hefur það að laga þetta fyrir löngu, svona 10-15 ár síðan við erum að byrja miklu fyrir bara til þess að ég flutti heim fyrir 10 árum síðan og það eru búin að vera 100 manns að bíða á Landspítalanum í öll þessi 10 ár stundum það kannski 90, stundum það 120 en kringum 100 það verið hvert einasta ár öll árin síni kom heim dagur á Landspítalanum kostar að meðaltali 200-300.000 krónur þannig að við erum að eyða alveg sama hvað sjúklingur alveg sama eftir hver á liggur það er bara að þú deilir kostnaði spítalans niður og legurými þá er þetta talan og þetta þýðir það að við erum að eyða bilinu 6-8 milljörðum á ári í að vista eldra fólk á Landspítalanum við lélegar aðstæður þetta er náttúrulega ekki rétti staður en þess að fólk á að vera sem þarf hjúkrun og endurhæfingu þannig að 8 milljarðar á ári í 10 ár, 8-10 milljarðar og þetta er náttúrulega þegar maður heyrir þetta er svona glórulaus klikkun að fara svona með fólk og fara svona með fé þetta er ótrúlegt að þetta skuli viðgangast ár frá ári að við gerum svona ótrúlegt og þetta er bara ekki ný staðreind, þetta hefur verið kannað, það hefur verið skrifaðar margar skýrslur ég man eftir því þegar ég satt í borgarþjónustunni við Austurvöll og var formaður velferðarnefndar og þá fengum við skýrslu sem var að kortleggja hjúkrunarheimilin og kostnaðin líka við það af því að hjúkrunarheimilin hafa líka verið vanfjármögnuð en það er frábært að það eigi að fjölga og byggja ný hjúkrunarheimili og það þarf að fjölga þeim umtalsvert en þá vil ég líka segja og ég tek alveg undir það sem að Ragnar er að segja kostnaðurinn við að geyma fólk í óviðunandi aðstæðum á Landspítala versus það að leyfa fólki að vera á heimili er náttúrulega umtalsverður fyrir utan líðan fólksins en svo verðum við líka að horfa á hina hliðina sem er mönnun hjúkrunarheimila og ég velti því líka fyrir mér þegar við erum með hjúkrunarheimili og þar er skráður læknir á vakt en svo leiðu eitthvað gerist eitthvað smottir í
einhver alvarleg hvað þetta heitir eða lúnabólga eða hvað sem að þá bara umsvifalaust farið með viðkomandi inn á bráðamóttöku. Þá bara þessum fullorðna heimilis manni eða konu skuttlanir á bráðamóttöku til að liggja þar á ganginum. Og ég hugsa bara, þarna einhver algjör feill í kerfinu líka. Að við erum með hjúkrunarheimili sem get ekki tekið lágmarks inngrip hjá inniliggjandi heimilisfólki til þess að komi veg fyrir að bráðamóttakan sé alltaf full af eldra fólki sem er komið í gegnum þá rosalegu síu sem að komast inn á hjúkrunarheimilin. Mér finnst það algjör skekkja. Það er bara ég ætla nú aðeins að það hjúkrunarheimilin gera nú samt alveg heilan helling og það alveg gefið af því verðan að ég vinn nú hérna á gólfinu á bráðamóttökunni stundum þá veit ég nú alveg að það hægt að senda fólk tilbaka þegar búið að greina vandan hvað að og láta það fá súrefnið að lifa í æðu eitthvað á hjúkrunarheimilinu. Já, ég bara nýbúin að gangi í gegnum þetta með náinn fjölskyldumeðlim og sem var sendur trekk í trekk niður á bráðamóttöku og maður velti fyrir sér þar hvort að það hafi verið nauðsynlegt á þeim tíma. Já, ég get alveg tekið undir það með það gera það og ég á líka fjölskyldumeðlim sem að vinnur hérna á bráðamóttökunni stundum og einmitt er mikið á þessu svæði. Já, ég get alveg tekið undir það. Það er bæði full mikið sent inn á bráðamóttökuna en oftast held ég það sé gert í góðri trú að það sé verið að reyna að hjálpa viðkomandi að fá rétta greiningu því að það er náttúrulega eins og segir stundum þarf að gera myndrannsóknir, gera viðandi blóðprufur og annað og þá var oft sent inn á bráðamóttöku til þess. En ég get alveg tekið undir með það að manni finnst að það ætti að vera að beita meiri þjónustu á hjúkrunarheimilunum og hafa einhver tækifæri þar til að bæta í þegar það er einhver alvarlegri veikindi. En þá þarf líka að fylgja fjármagn frá ríkisvaldinu inn í hjúkrunarheimilin og aftur vil ég svo tala um mönnunina af því að við höfum sýnt mjög svona fjandsamlega afstöðu í garð fólks af erlendum uppruna. Hjúkrunarheimilin á Íslandi, það er útilokað að þau séu rekin með eingöngu innlendu starfsfólki og á þessi hjúkrunarheimili sem ég var að vísa til þar sem að náinn fjölskyldumeðlimur í dvaldi, blessuð sé minning hans, að þar var yfirgnæfandi meirihluti af erlendum uppruna. Ef ekki bara nánast allir. Það voru þeir sem voru inn á skrifstofunni við tölvuna og voru svona raðanir á vaktir, það var venjulega fólk sem er hér fætt og uppalið en fólki sem annaðist þá heimilisfólkið var yfirgnæfandi meirihluti af erlendum uppruna. Við Smári höfum nýlega reynsla þessu. Þannig ég veit ekki hvernig þau ætla að fara því þegar þau eru búin að skúbba út öllu þessu fólki. Já, það var svolítið móður okkar, hún datt svo mikið. Já. Og þá er að spyrja, ekkert að þetta gera? Jú, það eru til mottur, leiður stíða og þá hringi bjallan. Já. Þá segir, það leysir þá það. Nei, við eigum ekkert svoleiðis, kom þá. Það bara vissi þetta var til eitthvað, en þetta var ekki til inn á hjúkrunarheimilinu. Ég tek undir þetta með gott hjá Ingu að keyra á þetta. Mér finnst svona kannski 10 ári þar á undan þá var alltaf þeirra að vera að tala að við þurfum hjúkrunarheimili og þá var sagt, það er náttúrulega við ættum frekarlega áherslu á þjónustu á heimilum fólks og fleira þannig að fólk þurfi ekki að koma á hjúkrunarheimilin og eru það því? Nei, við erum ekkert að því þannig að það var ekkert gert og mér finnst með öldrun þjóðarinnar og hverjir nota heilbrigðisþjónustu þá myndi ég halda að þyrftilega endurskipuleggja bara heilbrigðisþjónustuna, heilsugæslun og hvað fleira með tilliti til þess hverjir eru að koma þar og þurfa á þjónustu að halda. Það er miklu meira gamalt fólk í dag heldur en var kannski þegar svona grunnurinn af þessari hugmynd var búin til fyrir 50 árum með Guðmundarinnar þar sem var bara allt öðruvísi aldurssamsetning og allt öðruvísi samsetning kunnahóps heilbrigðiskerfisins heldur meir í dag. Þannig að ég held að ég myndi vilja sjá bara rísa átak, ekki bara uppbyggingu heilbrigðiskerfisins, heldur líka þjónustu á heimilum sem að því þú varst að minna á mömmu, þá var það oft hugmynd frekar en raunveruleiki
Það var fólki kom bara ekki. Öldrunarlæknar hafa talað fyrir þessu öldrunarlæknar þjóðarinnar, Pálmi og Jón Eyjólfur og Jón Snædal og fleiri. Þeir hafa komið hingað og talað um þetta. Já, þeir hafa talað fyrir þessu síðan bara þeir mættu á skerið og komnir úr sérnámi, það eru upp á 1980, þannig að læknar hafa verið að benda á þetta í áratugi og við skulum ekki láta að koma okkur eitthvað á óvart að þeir sem eru fæddir fyrir 75 árum síðan verða 75 ára í ár. Þú veist, við vissum hvað margir fæddust þá, alveg eins og við vissum hvað margir fæddust 1951 og verða 70 Þetta reddast. Já, en það er svo skrýta við hefum ekki reiknað með þessu, því það vita, þetta eru þekktar stærðir. Þessi þjónusta heim samt, sko, þetta er frábær hugmynd, en það vantar bara fólki til þess að sinna sig. Og þannig að eins og þú segir, það kemur enginn. Það er alveg að bíða, já, hún er að bíða eftir að fá þjónustu heim, og býtu hver á þá að vera þjónustuna meðan hún er að bíða eftir að fá þjónustuna heim. Það er engin, nema bara aðstandendur. Og svo er nýgengi örorku kvenna um 60, sko, umtalsvert. Það eru 25%, að fjórða hver kona er komin á örorku og miklu leyti má rekja það til þess að umönnunarbyrðin er á þeim, rosa mikið, á foreldrum og svo börnum sem þarna eru þó orðin fullorðin oftast, en þarna þá bara tekur umönnun við aldraða foreldra við. En að því að eins og Ragnar er að benda á að þá hafa öldrunarlæknar verið að tala um þetta í 40 ár og þeir hafa komið hingað og talað og eins og oft gerist þá maður hlusta á þess að bara þetta er algjör no-brainer sem er verið að stilla hérna upp og þá veltum maður fyrir sér hvernig stendur á því að sú skynsemi sem að kemur fram í hugmyndum þessara lækna. Þetta er ekki aukið fjárkost, þetta er sparnað raunverulega, sko. Þetta er bara breyta kerfinu þannig að þjóni betur almenningi. Það sé betra að vinna þarna, fari betur með peninga við sem að gera þá hluti sem þarf að gera. Af hverju kemst þetta ekki inn á borð stjórnmálana? Því ég var að leika áðan eða fjölga hjúkrunarheimilum, nei, við höfum frekar að gera þetta, svo er þetta heldur ekki að gera það, þannig er allir bara bánsa vandamálinu í burtu til þess að losna við það, kannski út úr heilbrigðisráðundinu yfir í félagsmálaráðundið eða sveitafélagin að kasta þessu aftur tilbaka og við erum með vanrækta þjónustu hvert 2000. Bara vegna þess að það er eiginlega engin ábyrgð í kerfinu til þess að breyta stefninu þannig að hún virki. Mér það stundum erum að vera að hissa á þessu samfélagi. Og ég held að séu, sko, örugglega margt fólk sem að batt mikla vonir við það að fyrirverandi landlæknir, verandi læknir og hafa starfað inn á spítalanum og í þessum geira myndi nú vera svolítið svona fyrirferðameiri sem hún bara valla sést. Ég held að margir hafi haldið að, þú veist, já, nú erum við loksins komið með fagmanneskinn í ráðuneytið, þú veist, þetta er læknir, bara mikil smetinn, bæði fyrst þegar hún var læknir og líka þegar hún var landlæknir, svo bara heyrist þú allar píp. Og þyrlulæknir, Mér finnst vanta sleggjuna í þessa umræðu og mér finnst bara, við þurfum að tala meira um heilbrigðiskerfið okkar, við þurfum að tala meira um hvernig við högum hlutunum og hvernig við ætlum að hafa hlutina. Og mér finnst það ótrúlega skrítið hvað er lítið rætt um heilbrigðismál með hvað við eyðum alveg ótrúlega fyrir þennan málaflokk. Þetta er bara stærsti útgjaldaliður ríkisins, langstærsti, 438 milljarðar í fyrra. Þannig að þetta er ótrúlegt fyrir. Svo tengist þetta svolítið hvernig umræðan Ingu Sæland hefur verið. Að það er sko fagstéttirnar í menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu hafa raunverulega dregið svolítið upp myndina og ég held að sé alveg inn í við séum með góða kennara og við erum með góða lækna og hjúkrunarlið sem er alveg tristandi til þess að móta þetta kerfi. En einhvern veginn kemst það aldrei, það er ekki nógu gott lingó eða eitthvað til þess að virka inn á þingi. Þess í stað þá þurfum við að hlusta á eitthvað svona áróður frá viðskiptaráðið eitthvað. Allt í einu er orðið höfuðatriði í menntakerfinu, hvort það sé gefið í bókstöfum eða tölustöfum og allt í einu er bara umræðan komin einhvers þar alveg út í skurð sem mér finnst til dæmis eins og Inga eldir viðskiptaráð út í einhvers skurð með sínar kenningar í hvernig þetta redda menntakerfinu. Þannig að mér finnst þetta einhvern veginn ég held að þetta tengist bara einhvern veginn hvernig umræðan er í samfélaginu og hvar við erum að draga fram eitthvað mat á hver staðan er. Það er eitthvað sem vantar hana, sko. Er þetta mjög oft einmitt svona að það er bara eitthvað einstakt atriði eins og þú talar um það er bara rætt um læsi eða bara rætt um einhverjum gjöfina í staðis að reyna að mynda eitthvað svona heilstæða sýn á
menntakerfið okkar og hvernig við viljum hafa þessa skóla. Þú veist, megum heldur ekki gleyma því að íslensku börnin komu mjög vel út ánægilega séð í PISA. Þú veist, hvað mikilvægt og hvað ekki mikilvægt, hvað ætlum við að leggja áherslunar í framtíðinni. Auðvitað verða allir að geta lesið sér til gagns, þú veist, allavega svona meiri hlutin. Það verða aldrei allir. Það er bara þannig. En þú veist, 50% allt og mikið. En þú veist, það má ekki einblína bara á það. Eða bara B eða rauðan eða 10, skilji. Það þarf að bara, ég svolítið stið bara þessa hugmynd þjóðfund bara, menntakerfið. Þú veist, ég held að það er bara gaman að sjá bara hvað þjóðinni finnst og hvað kennurum finnst. Þegar við búum með þjóðfundur heilbrigðiskerfið. Það er líka. Ég vil hafa það. Já, en ég meina, það er sinna að segja líka, þú veist, og húsnæðiskerfið. Bundu voni við það að læknir í ráðuneytinu væri kannski með einhverja flotta sín og kæmi kannski einhverja í gegn. Kannski hún að gera það, en það fer bara mjög hljótt. Já, þetta bara forystuleysi í ríkisstjórnin, það var ekki þar að Kristóns ekki góða fór ekki. Ég ætla að sé að það er svo fáir ráðherrar sem að taka svona sín stöðu inn í sínum málaflokki eins og þeir að leiða einhverja þróun. Mér finnst þau verið eiginlega á því að þau eru búin að beygja sig undir, það er Daði Már og Kristrún sem eiga einhvern veginn að lækka hallan á ríkissjóð, það sé meginverkefni ríkisstjórnarinnar og þau sitja alls bara svona til hlés á meðan. Það er Eyjólfur reyndi að breyta röðun á göngunum, en mér finnst við vorum að ræða síðast held ég, að það er þingi verið að byrja í vikunni og maður hefði búist við þá kæmi ríkisstjórnin bara með svona, já við ætlum að gera þetta og þetta er staðan og þetta er planið okkar hér og ekkert svoleiðis, það bara byrjaði eiginlega á einhverjum óundubúnum fyrirspurnum í einhverja þvælu bara. Ja, og Framsókn, þeir komu sko með einhverja tillögur í menntamálum og sögðu svo við stjórnum þessum málum síðustu 7 ár en koma svo með að vildi bjóða sko ríkisstjórninni með inn í þennan pakka sinn. Það gera rannsókn á stýringu Framsóknarflokksins á menntamálum. Já, sem það voru búin að stjórna í 7 ár. Já, nákvæmlega. Það er nægan tíma. Já. Þetta er svona. En mér finnst það að vera svo eitthvað skrítið ástand á ríkisstjórninni. Kannski er yfirvofandi þjóðaratkvæðagreiðsla með Evrópumál svona stórt. Mögulega. En ég er ánægð með að sjá Ragnar Þór í þarna húsnæðismálin allavega. Ég veit við höfum eftir að sjá hvað hann ætlar að gera og allt það, en hann þekkir allavega þann málaflokk mjög vel og hafandi verið verkalýsforkólfur og svona félags- og húsnæðismálar Sprottin upp úr hagsmunasamtökum heimilanna. Nákvæmlega, þannig að vonandi getur hann gerir hann eitthvað viti ég skora á hann að húsnæðismálin eru ennþá líka bara risa stórt mál sko. En ég var alveg til eins og Lára var að benda á að vita hvort að heilbrigðisráðherra í til dæmis einhverju samtali við ykkur lækna hafið þið fengið að sjá eitthvað plan, eitthvað, þú veist, hvaða hugmyndir hún hefur sjálf varðandi það að styrkja og byggja upp þennan risastóra innvið sem við erum með í heilbrigðiskerfinu, sem er bara grundvöllur velferðar okkar. Já, við sko fórasta læknafélagana hefur nú farið að hitta hana held ég í tvígang, það er enda langt síðan seinast og við höfum óskað eftir fund með henni og við höfum gegnum tíðin átt ágætt samskipti allavega við Willum, við hittum hann mjög reglulega, áttum mjög gott samtal og það var náttúrulega óskandi að svo væri en ég hef ekki orðið var við að það sé búið að birta einhverja svona áætlun annað en það að það er að efla hið opinbera kerfi og ég veit ekki almennilega í hverju það felst, hið opinbera kerfi Ég meina það er bara fínt, ég meina það er ekki bara að efla öll kerfi. Það er svona opið. Já, frekar. En ég sést, samfylkingin var náttúrulega með mjög skýra línu í kosningunum og það var náttúrulega að allir skyldu fá heimilislækni eða vera með svona eitthvað heimilislækna teymi eða eitthvað svona heilsugæslu teymi og ég sakna þess að sjá ekki meira um það. Ég trúi því að lykillinn á okkar velferð væri það að allir hefðu sinn heimilislækni sem þeir þekktu og ég held að það er búið að sýna fram á það með bara mjög elegant rannsóknum að eru heimilislækni sem passar upp á þig og þótt í góðum samskiptum, það bara lifur bara hreinlega lengur og veikist sjaldnar og í dag er það þannig að bara helmingur Íslendinga, tæplega helmingur Íslendinga er með heimilislækni og það er náttúrulega bara mjög dapurlegt og við þurfum bara að róa öllum áttum að róa því að mennta fleiri heimilislækna og gera öllum kleift að ala upp næstu kynslóð
það eru núna rúmlega 100 læknar í framhaldsnámi í heimslæknum sem er bara alveg frábært og það er búið að byggja upp hér mjög gott nám, en það þarf bara að vera meira. Það er bara miklu meira. Vantar alltaf heimilislækna. Já, það vantar alltaf heimilislækna og það er stór hópur að hverfa vettvangi næstu 5 árum, stór svona burðarás. Það eru hópur lækna sem byggði þetta kerfi upp eins og við þekkjum það og er að ala upp þessa næstu kynslóð. Það er að gera fleirum kleift að verða heimilislæknar og gera það aðlaðandi að verða heimilislæknar. Ég trúi algjörlega á það til dæmis að við ættum að vera með fleiri sjálfstæðar heilsugæslustöðvar þar sem starfsfólki sem vinnur á gólfinu á heilsugæslustöðuna. Þannig ég trúi á það og það hefur líka sýnt sig að ekki bara læknarnir. Ekki bara læknarnir sem eiga. En sem komið hefur að verið þannig að það verið læknarnir hafa tekið sér saman og stofnað heilsugæslustöðvar. En getur haft þetta bara í félagslegri eign þeirra sem líka í hjúkrunarfræðingar? Bara akkur ekki. Ég trúi bara því að ef fólk sem vinnur á gólfinu ber ábyrgð á sem er í samskiptum við sjúklingana, ef það á verkefnið, þá gerir það betra, leysa það betra á hendi. Og það sýnist líka í þjónustukonunum sem sjúkratryggingar hafa gert síðustu árin og þar skora bara sjálfstætt reknu heilsugæslustöðvar langefst. Ég er nú hjá sjálfstætt rekinni heilsugæslu og hún er nú ekki að standa sig neitt voðalega vel. Nei, það er bara að verða að segja það. Það tekur marga vikur að fá 1 tíma hjá 20 mínútna tíma hjá heimslækni. Það er alveg hárrétt. Það standa allir höllum fæti. Það virðist vera. Já, ég meina ég með mína stofu upp í Höfða, ég meina sem er hátt skrifuð heilsugæslunni, menn það eru samt 28.000 skráðir. Já, vá. Sem er sko langt umfram getu stöðvarinnar að sinna. Og það segir sér sjálft að þegar það er óheft skráning þá bitnar það á þjónustunni sem þar er veitt. Þannig að ég viss að samúð með því að þetta er erfitt fyrir alla. En ég held samt að það sé ennþá þannig, það er undankomin 2 ár síðan síðasta þjónustukönnum var birt, en þar var samt, þó að það hefði hallað undan fæti, þá voru þið samt að standa sig best. En svona áratuga vanræksla á heilbrigðiskerfinu er bara að bitna mjög harkalega á öllum innviðum og það verður bara svo dýrt. Þetta er miklu dýrar að gera hlutina svona illa. En ef væri ekki, nú kannski er þetta galin hugmynd hjá mér, en ég hef oft pælt í þessu, er ekki hægt að vera með eitthvað svona spjallgátt, þar sem ég get sendt á minn heimilislækni spurningu, skilurðu, og svo fæ ég svar frá mínum heimilislækni, hann takir kannski, og ég get alveg greitt fyrir það, ég er ekki að segja að það þurfa að vera ókeypis, en þú veist, getur ekki... ekkert að vera ókeypis. Sé bara heimilislæknin takir klukkutíma á dag að svara bara einhverjum tölvupóstum. Þeir eru í því. Nei, ekki minnistöð. Ég má ekki eins og senda lækninu póst. Heilsuveran var sett á fyrir nokkrum árum síðan, ég held að sé 6 ár síðan, var bara opnað. Og fyrsta árið var þetta bara dásamlegt, það var bara 5.000 skilabóð og þeir áttu bara nógan tíma. En svo bara liðu 5 ár og þá var allt í raun 400.000 skilabóð. Og læknarnir voru eða 2-3 klukkutímum í að svara svona fyrirspurnum. Og það náttúrulega bitnar þá á annarri þjónustu sem þeir veita. Og þeir ákvaða margir hverjir að forgangsa klínískri þjónustu. Þá sjúklingarnir sem eru með bókaðan tíma að gera það, leysa það vel á hendi. Og þannig að þetta er ansi snúið hvernig á að gera þetta. Ófremdar ástands út að lýsa. Þetta er bara mjög erfitt held ég í dag. En fyrsta leiðin held ég sem er bara að leyfa heilbrigðisstarfsfólkinu á gólfinu að skipuleggja þjónustuna. Þau vita best hvernig á að gera það. Fáið þið skipulag frá yfirstjórn spítalans til dæmis? sem að þið sjáu það ekki alltaf eitthvað. Já, ég meina sko semst, nú ég starfa ég ekki í heilsugæslu. Ég starfa annars á stofu og svo er ég með að vinna á Landspítalanum. Og það er náttúrulega, við höfum okkar frelsi að veita þá þjónustu bara, þú veist, í samskipti á sjúklingan, en skipulag stofnunarinnar er ekki í okkar höndum, það er einhver annara. En já, ég segi, er það skipulag, er það svona gallað í ykkar huga og eitthvað hefðu geta gert þetta betur, ódýrar? Já, ég er nokkuð sannfærður um það að þú treystir bara fólkin í framlínunni sem eru sérfræðingar á sínu sviði
þá gengur þetta bara vel. Þú getur gert það í opinberu rekstri alveg svo einkarekstri. Ég held að það sé bara einfaldara. Nei, það ekkert einfaldara. Nú bara, Það ætti að vera það. Ég skal nefna dæmi, ég skal nefna að því ég hef nú ágæta reynsla því sjálfur, að því ég búin að byggja upp þjónustu bæði hjá opinbera og í einkarekstri. Semst í COVID, við munið eftir því það 7 ár síðan að það var. Ég lagði alltaf til að þú fengið velun fyrir nýsköpunarvelun fyrir að byggja upp. Það var ekkert bara ég, við vorum bara hópur af heilbrigðisstarfsfólki, læknum og hjúkrunarfræðingum og öðrum. Það var innan eins opinbera. Já, en það var líka bara hreinlega þannig að þar bökkuðu bara allir frá. Það var engin stjórnandi að þvælast fyrir. Það var engin stjórnmálamaður með einhverjar hugmyndir. Nei, þeir bara leyfðu okkur bara að gera þetta. Og við fengum bara bókstaflega opinn tékk, ekki það sem þessi gerðum kostaði neitt mikla peninga. Við fengum bara að gera þetta eins og okkur fannst þetta best. Og viti menn, þetta lukkaðist bara nokkuð ágætlega hjá okkur. Við byggum til göngudeild, við forgangsröðum inn á þá göngudeild, við stýrðum innlögnum inn á spítalann. Syndu fólki heima í símtölum? Já, og ég meina, og það gekk bara ótrúlega vel. Og við hefum að þetta lærdómurinn sem áttum að læra því hefði verið að gera meira af svoleiðis. Að flytja þessa þjónustu yfir á öldrunarþjónustuna. Ég var alltaf að reyna að halda því fram hér. Hvílík snilld búið að finna hann upp. Flytjum þessa reynslu yfir í þjónustu við aldraða heima, því að það var mann orðið gömul og maður átt að segja lágu hvað það var. En það gerist ekki. Nei, eftir, ég held að það ennþá tími til að læra af þessu, sko. Vandamál ennþá að núti og þetta ekki eins og 7 ár. Þú veist, þetta byrjaði fyrir 6 árum. Já, þetta var hérna í mars 2020. Þá vorum við í þessu. En þannig að ég hef alveg trú á því eftir í öllum málaflokkum innan heilbrigðiskerfisins. Það bara að leyfa fólkinu á gólfinu, á þvagfæraskurðdeildinni, á krabbameinsdeildinni, á geðdeildinni, á Kleppi, wherever. Bara gjöru svo, þetta verkefnið ykkar, leysið þetta eins vel úr hendi og þið trúið og gera það með þeim aðferðum sem þið haldið að séu bestar. Og viti menn, ég nokkuð sannfærður það það muni fara betur úr hendi heldur en eins og við erum að gera hlutina núna. Ragnar, þetta ekki svoleiðis núna. Til þess, læknar og annars starfsfólk á deildinni að það fær það tilsögn frá stjórnendum. Við náttúrulega erum bara með ytri ramma sem bara stofnunin og það fjármagn sem hún fær og sjúklingarnir koma og sjúklingarnir fara. Bæði heilbrigðisþjónusta og menntakerfi og fleira hefur verið stórskaða ykkur hugmyndum það að kallinn sem með budduna, hann eigi að stjórna þessu. Það eigi að stjórna þessu öll í sambandi við ykkur svona fjárhagsáætlanir og eitthvað fleira og allt í einu verður hann sem hvorki kennarinn í læknir eða eitthvað valdamesti maðurinn og hann hleður í kringu sig eitthvað fólki sem er búið að fara í MBA-nám og eitthvað fleira og allt í einu eitthvað fólk með eitthvað allt önnur viðhorf sem ætlar að breyta stjórnunarkerfinu þannig að líti út fyrir að vera eitthvað dósaræðismiða. Allt í einu að það komið inn og byrjar að stjórna öllu þannig inn. Þannig að fagfólkið okkar í heilbrigðiskerfinu eða í menntakerfinu að það ekki að móta kerfi lengur. Heldur upplifið það líka að það eiginlega fá aldrei að gera það sem það vil gera, að fókusi sig eitthvað allt annar staðar. Ég held að væri fínt að leyfa fólkinu bara að byggja upp þessi kerfi og setja þetta MBA fólk bara í framhaldsnám til Oxford. Svona eins og Finnar gera í menntakerfinu, að bara talandi finnsku leiðina, hún einmitt þannig að þar kennurunum treyst fyrir því að móta sína stefnu. Því þar gerist allt inn í kennslustofunni. Það gerist allt þar. Ekki þetta PowerPoint show í MBA-massins. Með fullri virðingu fyrir því öllu, þá það líka einhvern veginn þannig að það virðist vera sem að þeir sem hafa svona bestu þekkinguna í fæinu fari oftast bak við tölvuna, bak við skrifborðið einhvern veginn. Og svo það mjög oft einhvern veginn ófaglærða fólki sem á svo að framkvæma allt sem að þarf að gera og það sér maður víða í velferðarkerfinu að minnsta kosti. Breytir góðum kennari í vondan skólastjóra. Já, þetta bara víða kerfið og sérstaklega maður sér þetta inn í svona þessari félagsþjónustu og þar að við skrifborðið er fólk sem hefur menntunina á meðan að ófaglært fólk á að sjá alla þjónustuna. Ef ég má útskýra þetta með vonda skólastjóran, að þá góðu kennari tekinn og gerður á skólastjóra og allt í með hann orðin handbendi kalsins með buddunni, þannig að hann stígur út úr faghópnum og ekki faglegur forystumaður lengur inn í sínum hópi og getur mótað hópin áfram. Heldur en hann alltaf sendiboði í slæmra tíðinda frá einhverju sem að konstaði að nú ættum við að fara í 5% niðurskurð og hvernig við gera það, segir hann. Ég rektu bara eitthvað, segir hann og fer með þetta inn í hópin og er náttúrulega glataði skólastjóri.
Og ég held að það sé líka við heilbrigðiskerfinu fullt á svona, sko. Já. Það er ein ástæða fyrir það svo gaman að vera í sjálfstæðan rekstri. Þar hefur maður autonómíu til að gera það sem maður vill. Og veita þá þjónustu sem maður er langað til að veita. Það er það sem er ótrúlega gaman við að reka sinna eigin stofu. Að það er að heyra hvað sjúklingan, hvað vantar þeim og verða við því. Og það er engin þröskuldar fyrir því oftast nær. Hvernig læknir ég sjúklingarna minna og hversu mikið ég vinn eða lítið ég vinn eða hvort að ég stofni önnur tengt fyrirtæki til að veita þjónustu. Það er bara, maður hefur frelsið til þess. Já. Ég held að við hljótum öll samt að vilja líka hafa opinbert heilbrigðiskerfi. Absolutt. Ég bara, ég vinn báðum megin við borðið. Þannig að auðvitað eigum að vera með öflugt. Að því að við sjáum líka hvernig svona ákveði kerfi, eins og í Svíþjóð, að því hefur farið mjög aftur með meiri einkavæðingu á ákveðnum sviðum og það hefur orðið dýrara að reka það. Skólakerfið í Svíþjóð mjög skadað. Það er að grunn til allt öðruvísi kerfi. Við erum með öðruvísi kerfi hérna á Íslandi sem er vegna þess að við læknarnir, við eigum okkar fyrirtæki og í okkar samningum er bannað að framselja það til einhvers fyrirtækis, einhver rekstrarfélags, einhver kapitals. Þannig að það er alltaf meiriluta að eiga heilbrigðisstarfsfólk sem vinnur í fyrirtækinu. Það er grundvallar munurinn. Þannig að það er í Svíþjóð þannig að það eru fyrirtækjaeigunir sem eiga fyrirtæki. Við vorum með þetta system hjá apótekunum. Bara mjög fínt system. Síðan kemur þrýstingur á þeim sem voru að erfa apótekarna frá. Við mættum selja þetta. Nú eru apótekin í eigu, hvað er það ekki, Hagar og eitthvað svona furðufyrirbrigði sem eiga og bara stórkostlega spillingasögur í kringum kaup og sölu á apótekarakeðjum. Þetta endar eignin ykkar eitthvað svona. Nei, það er allavega félagi sem ég er í og ég er forsvarið fyrir. Við viljum absolutt ekki hafa það þannig. Við viljum að það sé þannig að læknirinn eigi sitt fyrirtæki og hann eigi að stjórna því hvernig þjónustan er veitt og það er ástæðan fyrir að það hefur gengið vel að byggja upp sjálfstæðsrekna þjónustu. Þannig að við eigum okkar fyrirtæki og við getum ekki selt neinum það. Það er sama með lögmannstofur að það mega ekki aðrir en lögmenn eiga lögmannstofur. Og ég held að þetta sé það er bara lögbundið. Við erum að fara tilbaka með apótekarna. Ég held að apótekaran eigi að eiga sitt apótek og vera háður þeirri þjónustu sem hann veitir og ekki vera partur af það er ekkert skána með þessum keðjum öllum sko. Það er ekkert skána það. Það er bara dýrara, meira hærri álagning, bara verra kerfi. Já, við erum búin að skoða Ef við fara í borgarmálin. Já, við erum að fara í borgarstjórnarkosningar. Já, það er slagur í samfélkingunni þínu gamla höfubóli. Er ekki bara vika í það? Það er vika í ég held að segja mánudaginn næstu viku þá verður úrslitin ljós. Laugardaginn? Já. Veitu hvað, hjá hverjum fyrir hvort að Heiða eða Pétur muni leiða samfélkinguna til sigurs í vor. Þú veist, það er í rauninni það verður að segjast ótrúlegt að það eru 17 manns sem að gefa kosta sér í 6 sæti. Mér finnst það eiginlega bara svolítið flott. Hjá samfélkingu? Já. Þetta er rosalegur hópur. Af því að þú veist, það er búið að tala svo mikið skort á lýðræði og þetta er allt ömulegt og pólitíkin er ömuleg og flokkarnir eru glataðir og eitthvað svona. Og svo bara, ef maður horfir á, þú veist, þetta eru 17 manns. Og svo bara sjálfstæðisflokkurinn ætlar ekki eins og að vera með prókjör. Og ég man eftir því fyrir nokkrum árum síðan hvað sjálfstæðisfólk var að gera botlaus grín af samfylkingunni fyrir að þora ekki í lýðræðið og ætla ekki að hafa prókjör og ætla að vera með uppstillingu og eitthvað svona. Þau eru ekki sem með prókjör í borginni, þau eru bara með einhver uppstillingu. Það er til þess að sætta klopningin í flokknum. Þú kom með Guðlu Þór að baki Hildi allt í hennu. Þetta var gert í þess ég skil þetta alveg, ég er bara að tala um mér er bara svo geggjað að sé 17 manns, ég held að séu 10 eða 12 eða eitthvað sem að bítast efstu 3 sæti. Verður ekki bara merki slæmt atvinnuástand? Það er bara geggjað Mér er svolítið áhugavert að fylgjast með því núna einmitt að hvaða kandidat sjálfstæðisflokkurinn styður augljóslega með að við fréttaflutning Morgunblaðsins og hvaða kandidat sjálfstæðisflokkurinn styður í prófkjöri og samfylkingunni. Þeir vilja náttúrulega Heiða Björk vinni að þeir trúa því líklegast að Hildur eigi meiri möguleika gegn Heiðu heldur en Pétri og ég held það. Þess vegna eru allar þessar fréttir neikvæðar fréttir einhver fasteigna viðskipti og eitthvað dót sem að Pétur gerði einhvern tímann 2018 eða hvað það var í mokanum skilurðu.
það bara, þeir eru bara að hamra á mókanum. Það var líka Svo er fyndið þetta, áhugavert að sjá að hann seldi þarna einhvern hluti í einhver fyrirtæki og það eru bara svona stríðsfyrirsagnir Já. að hann hafi mögulega grætt eitthvað á því. Og mókin heldur bara áfram að keyra á hann, sko. Þetta er það versta sem við fundum á greið manni greinilega. Þannig að það er auðvitað að þeir vilja, sko, að heiða leiði Samfylkinguna, hafa einhverju trú á því að hún sé veikari. Já, ég lesi þetta svona, ég veit ekki hvort það sé rétt. Já, ég er ekki viss að þetta sé rétt metið hjá þeim, sko. En hún lét rannsaka þessi viðskiptans. Já, mókin ekkert að segja frá því. Nei, það vísir sem að er með þá hlið. Mér finnst þetta mjög áhugavert að horfa á fjölmiðlana svona, því að nú er langt síðan ég var orðalveg þó nokkur ár síðan ég var í fjölmiðlum, þá finnst mér gaman að horfa á þetta svona, býtu, já, vísir eru þarna, þessir eru þarna, þessir eru að segja svona, heimildin ger með þetta og veist, maður getur alveg séð svona pínu, ég veit ekki hvað ritstjórnar eru, kannski er ég núna að segja eitthvað alveg ræðilega vont alla fjölmiðla, en þú veist, mér finnst alltaf áhugavert að sjá allar þessar neikvæða fréttir Pétur í Morgunblaðinu, ég er bara, já. En svo sem sagt Sjálfstæðisflokkurinn að Hildur mun leiða hann og svo þetta prókjur hjá Samfylkingunni en hinn flokkarnir aldrei. Já, ég veit ekki eins og heilt hvernig fór fyrir Sönnu og þeim, hvernig þetta... Já, heldur betur. Nei, hún er bara... Eru þau ekki 4 að bítast oddvitasæti í Viðreisn? Nú, bættist við 4. Já, það er rétt, það bættist við. Signý, Sigurðardóttir. En hvernig fór með þetta samstarfna til vinstri? Ég hef ekki séð neina fréttir um það. Það er eitthvað verið að kessla saman. Já, það er ekki komið, sem sagt. Það er ekki tilbúið. Miðflokkurinn á líka eftir að finna Björn Ingi er að leita sjálfum sér, ég held sjálfum sér, já. En Björn Ingi er að leita sjálfum sér og Beggi Óla er búin að selja slotið í Garðabæ og er að, hvað, flytja til Reykjavíkur? En Framsókn, hvað er að frétta það? Nei, ég meina, hvað er að frétta Framsókn? Eru þeir ekki með landsfund eftir korter og það er engin formaður í febrúar? Já, eftir korter. Já, ég held að það farið þannig að gefa Ingi kost á sér og Sigur Ingi verði bara að vera áfram. Það er sagt lögunum er það ekki þannig ef það er kosið og það er engin í frambóði þá er engin formaður. Nei, þá ekki. Ég veit ekki þú. Nei, hann siti bara áfram með flokki sem hann kyrði niður í 5%. Nei, en ég meina það er skrítið að það sé þú veist, Lilja auðvitað, já, þú veist, það er áhugavert. En nú líklegt, en mér skrítið hvað þau eru eitthvað neginn. Liggja þau ekki bara öll undir feldi að reyna að finna vopnin sín einhvers staðar? Þau eru kannski að leita, þau fóru og sóttu Sigmund Davíð á sínum tíma. Þau eru kannski að leita svona spekulant í skipulagsmálum, menntaður í Oxford og Moskvu. Já, hann var flottur þá maður. Mann eftir því. Þegar hann var skipulagssagfræðingur. Já, hann líka í ISAF. In defense-hópur. Já. Hann byrjaði í Framsókn eftir það. Hann byrjaði í... Framsókn eftir það. Hann var orðin bara í janúar eða februar, þá var hann 2009 var hann orðin formaður. Hann er guðfæðir ríkisstjórnarinnar, hann sagði Framsóknarflokknum að veita þeim. Já, hann var að vinna í þessu in defense-dóti á Haustið 2008. Alveg mjög ötulega og mikið. Heldur betur. Veitti minnihlutastjórninni skjól. En Einar Þorsteins, er það alveg ljóst að þeir muni fara með hann aftur? Ég held að það sé bara eiginlega, já, það lítur út fyrir það allavega, það er ekki komin eitt mótframboð. Ég man það ekki. Það er ekki komið mótframboð. Það skiptir máli það sem ég var að segja á þann með atvinnuástandið, að fólk lítur svo á að sé mögulegt að fá vinnu í Samfylkingunni, en það er enginn sem að fer í prófkjör í Framsóknarflokknum, sko. Það er ekkert vonan einu vinnu þar. Þetta var eiginlega skrítin leiðangur hjá Einari. Ég held að það hljóti allir að vera sammála það að svona traust til hans sem einhvers leiðtoga kannski er ögnlaskað. Ég reyni að vera kurteis. Já, hann náttúrulega slítur meirihluta, telur sig vera búin að mynda annan. En þarna sýnir þetta bara reynsluleysi, algjört reynsluleysi. Algjört. Að vera ekki búin að tryggja meirihlutan áður en að lappar út úr. Hann gleymdi bara að tala við eina konu. Þetta er gallis mistök sem að fólk gerir oft að þú heyrir það sem þú vilt heyra. Já. Og ég held að hann hafi lent í því, sko. Samtali hljómaði þannig eins og þau væri til í þetta, sko. En hann gleymdi bara að fara yfir það, er það ljóst að niðurstaða fundarins er þetta og þið þarna. Og þarf ég að heyra í Ingu til þess að fá staðfest eitthvað. En í leiðan að byrja þessu, að þá náttúrulega spyrst það út í öllu þá var að borgarstjóri, ef hann hefði aldrei því áfram en var búin að reyna að mynda meirihluta á leiðinni, þá hann alveg vonlausri stöðu í meirihlutunum, en hefði ætlað að plotta.
það er ekki gengið algjörlega. og alltaf svo bara halda áfram. En svo er líka Það er ekki, hinn er ekki vilja það, heldur hinn það við sætt sér við það. Nei, en það sem er líka... er ekki bara út. Er þetta ekki bara það stundum eru þeir inni, sko. En það sem er skrítið líka er eins og með VG. Sko, hvað ætla þau að gera? Líf hefur sagt að hún vilji ekki voru til vinstri, en og vill halda áfram sem leiðtogi VG. Fær hún að vera það? Það er einhver strákur búin að gefa sig fram einmitt. Ungum maður sem er fyrsta sætið. Sem að var oddviti hjá þeim í þingkosningunum til sami. Mikil svona umhverfis spekulant. Þú veist, það er skrítið. Það er eitthvað skrítið með borgina. Ég meina, er VG eitthvað núna? Er það ekki búið bara? Ég finnst þetta. Er ekki bara búið að loka því? Þeir eru búið bara. Og ekki fjárframlega frá ríkinu lengur og ég held að svo sjoppa sig bara það sé búið að loka henni. Minnst að hvort formaðurinn fyrir löngu búin að lýsa því að hún ætla ekki að halda áfram. Og þá sem að bara, hvað er að gerast? Þetta er skrítið ástand í pólitíkinni. En við þurfum nauðsynlega að hafa eitthvað vinstri í mínum huga, af því að þú veist, vinstri er bara komið hinum megin við miðjuna og orðið hægri miðja. Já, algjörlega. Þú veist, þannig að við bara samfylkinguna í höndum hægri krata. Við verðum að hafa einhverja viðspyrnu. Ég held að ég er alveg vissum að sanna vera vinstramegin. Hún á að kjöri, ég er alveg samfærið það. Já, en hún þarf að fá reynslu með sér. Það þýðir ekki að Sanna fari í eina kosningabaráttuna fyrir Geirsmári, með fólk sem hefur ekki verið, náð sigrum. Hún þarf að fara núna og tala við eitthvað fólk sem hefur náð að landa sigrum í kosningum. Þá getur hún ekki tala við VG eða Pírata. Nei, ég er að tala um fólk á bakutjöldunum, það er ekki að raða því á lista, ég er bara að tala um, hún þarf bara að vera með öflugri her með sér, af því að hún er rosa flott og nýtur mikils trausts borgarbúa. Nú þarf hún bara að vera með maskinu með sér sem að kann að vinna, kann að ná sigrum. Já, hún er sigurvegari til þessa og það er fólk að vinna með henni sem hefur áður unni með henni, hann að ég bara held að hún þurfi meiri reynslu. Hún þarf að fá eitthvað á baku tjöldi með sér sem að kann að sækja atkvæðin. Ég held að það sé það er það sem ég er að reyna að segja. Ekki á listan með sér, heldur bak við tjöldin sem kann að sækja atkvæðin. Í baráttuna, að smíða baráttuna, því þetta er ekki eitthvað sem maður gerir bara í einhverju skúfu. Þetta er bara eru fræði, þetta er bara fag. Þú veist, það er það bara. Þetta er ekki bara hugsunir, því miður. En fyrir okkur sem hefur gaman að pólitík, þá eru skemmtilegi tíma framöndan. Já, ekki. Já, mjög skemmtilegt. Alveg allt bara. Guðmundur Árni reynir aftur að ná meiri hluta í Hafnarfirði og þetta er svona... Guðmundur Árni? Heldur hann er varaformaður Samfylkingarinnar og er búinn að segja að hann sækist eftir fyrsta sæti. Það er náttúrulega varla hyrst í manninum, síðan að hann varð varaformaður. Nei. Þannig að finnst ykkur það að Guðmundur Árni vera áberandi í íslenskri pólitík? Bara alls ekki neitt. Ég veit ekki í Hafnarfirði, Smári. Hann sé alltaf bara þarna á strandgötunni. En hann er varaformaður í Samfylkingunni, hann ætti að sjást ykkur stöðar. Ég bara... Já, hann fekk ekki að vera í framboði í Suðvesturkjördæmi. Þrátt fyrir varaformannskuna. Já. Kannski áhugaverðir tímar. Kannski síðast í kratin. Hérna nýr ráðherra býður okkar hérna frammi. En ég, Helga Vala, Ragnar Freyr og Lára Súlíma. Það farði nú að læra þetta bara. Ekki alltaf kíkja og lesa nafni mitt. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Skemmtileg spjall. Takk fyrir. Við komum aftur til augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Gleði er svo mikil dauðans alvar. Ef að það er ekki gleði, það vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Gluggagallerið stétt, Bolholti 6, opið allan sólarhringinn alla daga ársins. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.